Uppreisn Jóns Arasonar biskups. Jón Arason Hólabiskup sat í embætti 1524 til 1550. Sumarið 1541 reið hann ekki til Alþingis þar sem hann hafði frétt að Danakonungur hefði sent 2 herskip með 200 dátum til Íslands til þess að láta landsmenn sverja sér trúnaðareiða og boða siðskipti með hervaldi. Sem og þurfti að sníða stjórnsýsluna að nútímaháttum. Þetta var í fyrsta skipti sem útlendur her steig á land á Íslandi. Á Alþingi var nýja kirkjuordinansían frá 1537 viðtekin. Á komandi árum lét súperintendent Gissur Einarsson í Skálholtsbiskupsdæmi framfylgja reglum ordinansíunnar í biskupsdæmi sínu og líkaði almenningi meiður vel. Í Hólabiskupsdæmi héldu menn sig við hið kaþólska sið. Milli Jóns biskups og framámanna í Skálholtsbiskupsdæmi var komið á modus vivendi. Þegar Gissur Einarsson lést árið 1548 leit Jón biskup svo á að hann væri ábyrgur fyrir Skálholtsbiskupsdæmi, enda eini réttkjörni biskup landsins. Hann lét taka eftirmann Gissurar, Martein Einarsson, súperintendent, höndum og flytja til Hóla. Hann bannfærði alla lúterska framámenn og hóf að endurreisa hinn kaþólska sið. Sumarið 1550 reið Jón biskup ásamt sonum sínum Birni og Ara á Alþingi og síðan í Skálholt, þar sem hann endurvígði dómkirkjuna og setti son sinn Björn sem prókúrator yfir staðinn. Hann krafðist einnig eiða af klerkum þess efnis að þeir héldu sig við kaþólska trú og forn íslensk lög. Klaustrin í Viðey og Helgafelli höfðu verið tekin til veraldlegra nota. Hann gerði sér ferð í þessi klaustur og rak hina nýju herra á braut og setti munkana aftur inn. Í september 1550 tók kóksmaðurinn Daði Guðmundsson Jón biskup ásamt sonum hans Ara og Birni til fanga á hinum strategísk mikilvæga stað að Sauðafelli og lét flytja þá í Skálholt. Hann óttaðist að norðlenskir vermenn sem kæmu til fiskveiða á Snæfellsnesi myndi frelsa þá. Í Skálholti óttuðust menn einnig að norðlenskir vermenn kæmu og frelsuðu biskupinn og syni hans. Ráðsmaður stólsins, Jón Bjarnason, felldi þann úrskurð að öxin og jörðin geymdu þá best. Þann 7. nóvember 1550 voru Jón biskup og synir hans hálshöggnir í Skálholti. Vorið 1551 sendi Danakonungur nokkur herskip til Íslands til að sigrast á veldi Jóns biskups, ættar hans og fylgjenda og láta norðlendinga sverja sér trúnaðareiða. Hólabiskupsdæmi var snúið til lútersks siðar.